Hið mjúka sigrar hið harða. Þannig holar dropinn steininn. Þannig mun penninn sigra sverðið. Munið þetta. Þeir virðast eiga nóg af silfri hér á Írlandi. Hvað á að gera við hann? Hann var ungur. Drefst á leiðinni. Dreft hann. Hann nógu gamall til að hafa séð of mikið. Hlöftu. Hvað að frétta frá Noregi? Haraldur konungur hefur ekki ennþá skorið hár sitt og ætlar ekki að gera það fyrir hann lagt undir sig allan Noreg. Og heldur áfram að murka úr ykkur lífið. Ég hef heyrt að flugumaður Haralds hafi fellt föður Eiríks í vetur. Svo Haraldur hefði látið myrðan eins og aðra sem berjast fyrir frelsinu. Gamli maðurinn hefði betur fylgt Eiríki syni sínum hingað til Íslands. Hann var með okkur í Víking á Írlandi. Þeir eru orðnir varir sig á Írlandi í seinni tíð. Það var auðveldara að taka þræla þegar þeir fóstbræður Þórður og Eiríkur flúðu hingað fyrir nær 20 árum. Þeir flúðu ekki. Þeir fóru að leita nýrra landa. Við vildum vera frjálsir. Á ekki Þórður von á gesti. Við tókum með okkur mann frá Noregi sem segist eiga erindi við Þórð. Það þessi þetta með stafinn. Hvað vill hann Þórði? Ég veit það ekki. Hann vildi bara komast til Íslands, hvað sem það kostaði. Einn af flugumönnum Haralds. Hann ber ekki vopn. Hann bara með göngustaf. Við skulum sjá hvort hann jafn vopnlaus og þú heldur.
Átt þú erindi við Þórð? Þungur hnífur. Ég spurði hvort þú ættir erindi við Þórð. Ég var beðinn að færa honum þessa skjóðu. Hver baði það? Björn. Hann sagði að Þórður saknaði hennar og myndi borga vel þegar hann fengi hana. Hvar hittir þú Björn? Ég segi Þórði það, ef þið fylgir mér til hans. Hver þessi Björn? Björn sveik þá Þórð og Eirík þegar þeir voru saman í Víking. Stakk af með silfursjóð sem þeir tók á Írlandi. Ég skil ekki hvernig þessi stafkarl hefur náð í þessa skjóðu. Ef þetta þá hún. Hvað veistu þennan mann? Ekkert. En hann var alltaf að spyrja þá fóstbræður, Eirík og Þórð. Hvað spurðan? Já, hvernig þeir byggju hérna á Íslandi, hvernig högum þeirra væri háttað. Hann virtist þekkja til þeirra. Ég tortryggi þann sem spyr þegar hann spurður. Þessi hnífur á að vera þungur. Við þurfum að nota umbúðirnar aftur. En þú sérð að varan óspillt og vel með farinn. Ég læt strákana klappa einum eða tveim. Ef það gert strax verða þeir ljúfir sem lömb þótti rífið af þeim gærurnar. Er það þetta sem ykkur vantar?
Þungur hnífur. Gefðu okkur líf. Þetta stórt land og lítt numið. Nú það að bjarga ykkur sjálf. Hvers vegna ertu að hjálpa okkur? Þeir heimsótt eitt sinn föður minn á Írlandi. Þá var enginn til hjálpar. Haldið ykkur frá ströndinni. Flýtið ykkur. Þórður, ég sagðist eiga við þig erindi. Gamli brotinn kominn heim, mamma! Hesturinn kom einn heim. Kom hann einn heim? Já, alveg einn. Þetta Gamli brúnn. Pabbi, ég þekkti hann eins og skot. Blóð á hestinum, pabbi? Blóð á hestinum? Hver ert þú? Færðu Eiríki þetta nisti. Þá vill hann tala við mig. Það er kominn gestur. Hann bað með mig færa þér þetta. Það er kominn gestur. Hver ert þú? Ég kem frá föður þínum í Noregi.
Þess vegna sendir hann þig. Haraldur konungur er fallinn. Faðir þinn hefur tekið við jarlstign. Hann bað mig að fylgja þér heim til Noregs. Hann vill að þú takir vegum sínum. Ég sagði hvers vegna sendir hann þig. Þegar mér er boðið silfur, segi ég ekki nei. Þótt langa ferð sé að ræða. Hvernig komstu? Með kaupmönnunum sem vesla við Þórð, fóstbróðurinn. Hefur hitt Þórð? Nei. Menn hans lánaði mér þennan hest, svo ég kemist rakleiðis til þín. Hvernig geturðu sannað það sem þú hefur sagt? Faðir þinn sagði, Eiríkur, sonur minn, er með hinn hlutan af þessu nisti inn á sér. Hann sagði líka að þú myndir borga mig vel þegar þú fengir það. Og í silfri. Göngum í bæinn, ég læt bera fram öl. Ég vildi helst halda áfram til Þórðar. Fyrst verð ég nú að borga þér. Þegar silfur er í boði, segi ég ekki nei. Þeir hafa verið hérna, en kaupmenn eru farnir. Hvers vegna mættu þá ekki okkar mönnum á leiðinni? Við hefðum ekki átt að senda þá eina. Það er sama gamla sagan. Þeir hafa komið við hjá Eiríki og fengið sér í horn og við farið á mis við þá. En blóðið á hestinum? Við förum til Eiríks. Þú ert heiðarlegur maður, en hvers vegna ertu kallaður refur? Hvernig veist þú það? Ég heyrði það heim hjá föður þínum. Það er síðan við Þórður fóstbróður minn vorum í Víking. Þá fekk ég viðurnefnið refur. Það er að því að ég er refur. Hvernig refur? Bragðarefur. Enginn getur treyst mér. Og ég treysti engum nema Þórði fóstbróður mínum. Nei, þakka þér fyrir. Þú drekkur ekki? Þú hefur ástæðu til að drekka, að fá gleðifréttir. En ég verð að halda áfram að fund Þórðar. Þér liggur ekkert á. Annars geta hann haldið ég væri ekki til. Ekki til? Hvað áttu við? Ef fréttirnar sem ég færði þér hefur hafðar eftir ókunnugum manni sem þú hefur ekki séð, hefur þú þá trúað þeim? Refur eins og þú trúir ekki fyrir hann hefur séð mannin og látið hann færa sönnur og orð sín. Og meðan þú hefur ekki séð mann er hann ekki til. Ég vil snerta á öllu, bæði hlutum og fólki. Þú ert til, er það ekki? Jæja, ég verð að drífa mig til Þórðar. Nei, faður, að borða fyrst. Ég sendi mann með þér, sjálfur á ég erindi við Þórð. Þú treystir mér ekki? Nei. Hvers vegna skildi ég gera það? Ég myndi heldur ekki gera það, ef ég væri bragðarefur eins og þú. Fá þér í svanginn.
Þetta eru hestur Þórðar, það fyrir ekkert miklu mála. Jæja. Þið fylgið þessum gesti til Þórðar og hafið gát á honum. Það verður ykkur mist hérna hníf. Þekkir það? Hann er alblóðugur. Nei. Einn af mönnum Þórðar átt hann. Hvernig veist þú það? Ég drap hann. Ég þekki þetta andlit. Þú þyrmdir lífi mín á Írlandi því ég var drengur. Fyrir það lífi ég þér nú. En því aðeins að þú farið til Eiríks og segir honum að Þórður og menn hans hafi setið fyrir okkur og drepið mig og illuga, en þú einn sloppið lifandi. Farðu til Eiríks og flytt honum þessi boð. Þá drep ég þig ekki. Hann trúi mér aldrei. Sýnd honum sárið sem ég reykti þér og þá mun hann trúa. Segðu honum að ég sé dauður. Flýðu svo strax burt frá Eiríki, því ég mun drepa þá alla. Ég hef leitað ykkar land úr landi. Ég drap föður Eiríks í Noregi og felldi björn í Miklagarði. Og hér munu allir falla, því Óðinn hefur veitt mér styrk til hefndar. Og það skaltu vita, að ef þú gerir ekki sem ég segi, þá fylgi ég þér eins og skuggi og sker þig í fóður handa hröfnum hans. Þið hafið þá fengið fréttirnar. Þórður, loksins getum við snúið aftur heim. Hvaða fréttir? Haraldur fallinn. Við getum farið hérðan. Útlegðinni er lokið. Hver segir það? Hver nú gestur? Hefur ekki fengið fréttirnar? Hver er gestur? Gestur? Nú, maðurinn sem kom með kaupmönnum og færði mér nýstishelmingin frá pappa. Þið hljótið að hafa mætt honum. Ég var að senda hann heim til þín ásamt 2 af mínum mönnum. Og hann færði þér helmingin af nistinu? Já. Láð mér að sjá hann. Já, það er inni. Pabbi sagði að ef hann sendi mér einhvern tímann nistið þá væri það merki þess að hann þyrfti á mér að halda. Hvað er þetta? Hann hefur skilið á eftir. Hver? Gestur og hann sem var svo fégráðugur. Var hann með þessa peninga? Nei, þetta eru peningar sem ég ætlaði að borga honum með. Hvar fékkstu þessa peninga? Hvað?
Ég hef 8 ár síðan vorum saman í Víking. Hvers vegna spyrðu svona? Þekkirðu þá ekki? Ha? Þessi peningar er eins og þeir sem Björn stakk af með. Mennirnir eru fundnir, þeir liggja dauðir í réttinni. Gestur, það er hann sem hefur gert þetta. Hestana! Gerðu eins og ég segi. Hvar er Gestur? Og hvers vegna kemur þú aftur og einn? Þeir veitt okkur fyrirsátt. Hverjir? Þórður og menn hann sátu fyrir okkur og drápu Gest og Illuga. Þeir særðu mig. Þú lýgur. Ég lýg ekki. Þú lýgur víst. Hvar er Gestur? Gestur er dauður. Segðu mér hvar Gestur er. Eða ég drep þig! Þórður drap hann. Lýgur upp á fóstbróður minn og fyrir það skaltu fá að deyja! Hvað hefur þú gert? Hann laug upp á þig. Hann sagði að þú hefðir drepið Gest. Að ég hefði drepið Gest? Hann sagði að þú hefðir gert þeim fyrirsátt og drepið Gest. Af hverju sagði hann að ég hefði drepið Gest? Ég veit það ekki! Ég hefði gjarnan viljað spyrja hann. Já, en hann laug upp á þig. Varst ekki full fljótur af þér að drepa eina vitnið sem var til frásagnar. Hann getur ekki verið langt undan. Ég skal hafa upp á honum, ég skal finna hann. Af stað! Komið þig! Hann ætlaði heim til þín!
Nei, ekki hér. Þú mátt ekki vera hérna, ég er búin að segja þér það. Komdu! Þú veist þetta er pabba þínum heilagur staður. Komdu, segi ég. Þú ert besta mamma í heimi. Komin. Segir það seinna, vinur. Nú erum við hér einir, með guðunum. Nú getum við talað. Ég barðist með þér gegn Haraldi konungi og fylgdi þér hingað til þessa hörmulega lands. Við höfum alltaf getað treyst hvor öðrum. Þessi gestur vill okkur feiga og þess vegna verðum við að standa saman. Annars töpum við báðir. Hvað áttu við? Ef við stöndum saman eins og við höfum alltaf gert, þá erum við ósigrandi. Þetta veit gestur og þess vegna reynir hann að sá tortryggni á milli okkar. Hvort þessi gestur er flugumaður Haralds konungs, það veit ég ekki. En hann sagði að Haraldur væri fallinn og ég trúði honum þegar ég sá nistið frá pabba. Þú verður að trúa mér. Trúðu mér! Ég trúi þér. En hverju eiga menn mínir að trúa? Hér beinast að mér allra augu. Farðu heim og náðu í silfrið og mennina. Ég bíð eftir þér hér á meðan. Eiríkur fer heim og næri mennina og silfrið. Þið bræður, ríðið á eftir þeim og fylgist með hvað gerist. En látið þá ekki sjá ykkur. Lágu mennirnir dauðir í réttinni hjá Eiríki? Farið varlega. Ég treysti ykkur best til að rapa ekki að neinum. Þessi gestur,
Hann náði silfrinu af Birni, hefur líklega elt hann allt suður til Rómar. Fer svo hingað lengst norður í Raskat til að skilja það eftir á borðinu hjá Eiríki. Það furðulegur maður sem stelur frá þeim fátæku til að gefa hinum ríku. Það væri gaman að fá að sjá svona mann. Hver var það svo sem sagði að Björn hefði stolið silfrinu í upphafi? Var það ekki Eiríkur? Far þú og hafðu upp á kaupmönnum og spurðu hver gestur sé og hvort Haraldur konungur sé fallinn. Þórður sagði að kaupmenn væru farnir. Gerðu eins og ég segi. Hefur nokkur orðið var við gest á meðan ég var í burtu. Ég veit ekki einu sinni hvernig það lítur út. Ekki sá ég hann. Þú sást hann. Það held ég. Heldurðu? Ég var ekkert að glápa á hann. Skiljið ekki hver hætta steðjar að okkur. 3 af bestu mönnum Þórðar finnast dauðir hérna í réttinni hjá okkur.
komin sending frá Eiríki. Hvar Eiríkur? Og bræðurnir sem þú sendir á eftir honum. Þið vitið að ég ekki að svíkja fóstbróður minn þó ég snú aftur til Noregs. En menn okkar eru drepnir úr launsátri. Og með vélabrögðum hefur gesti tekist að sá slíkri tortryggni milli okkar Þórðar að það getur liðið langur tími þangað til hið sanna kemur í ljós. Á þessum grjóthólma okkur ekki lengur vært. En í Noregi Haraldur konungur fallinn og faðir minn hefur tekið jarlstign. Þessu silfri skal ég deila með ykkur. Ef þið fylgið mér. Takið fram öll vopn sem við eigum. Vi skulum vopnast. Nú fáið þið að sýna hvað í ykkur býr. Hvers vegna grípurðu til vopna og gegn hverjum? Gegn þeim sem felldi þessu menn mína. Og hverjir eru það? Ég kemst að því. Hafi Eiríkur brugðist þér, þá bæta vopn ekki vinátt ykkar. Þú ert kristinn. Það er þitt böl.
Hvað þarf hann að drepa marga okkar áður en þú trúir? Hvers vegna? Hvers vegna? Þarftu frekar í vitna við? Sérðu ekki hann hefur drepið þá? Faðir hans orðinn jarl, sendir honum nisti. Orðinn jarl hjá Haraldi sem sendir Eiríki silfið til sátta. Sérðu ekki að Eiríkur ætlar að flýja? Og gerast maður Haralds konungs. Hann hefur svikið okkur! Áfram! Kaupmenn eru fyrir norðan. Þeir sögðust að flutninga mann frá Noregi sem hélt á fund Þórðar. Já. Hann var í fylgd með mönnunum sem lágu hér í réttinni. Hvað er að frétta frá Noregi? Þeir segja að faðir þinn og tveir mennar hafi verið veiknir í vetur. Af manni sem talið hafi verið flugumæður Haralds konungs. Er Haraldur þá lifandi? Svo segja þeir, kannski gestur sé flugumæður Haralds? Ekki orð þetta. Við förum samt. Þeir eru að taka út skipið. Hann ætlar sér að flýja. Ég fer þarna hinum einn. Þú bíður hér. Ég geði svo merki.
þýðir þetta veikt á fætur? Statt á fætur, hundingi. Hunskastu burt. Þú ert heimskur til að deyja hundingiðinn. Verðu þig, svikari. Reynd að deyja með sönd. Nei, ég hef engan svikið. Ég er saklaus og þú getur átt þetta silfur. Þú trúir ekki að Gestur sé til og það er það sem hann vill. En hann er til. Og þegar þú finnur hann, þá ert þú feigur líka. Ef þú vilt ég deyi, fóstbróðir, þá hafðu manndóm í þér til að drepa mig sjálfur.
Berið líkin af okkar mönnum í hús og leggið Eirík í hofið. Pabbi! Pabbi! Voruð að berjast! Drápuðu marga! Er Eiríkur dauður? Inn með þig. Þið gáfuð vopnum okkar kraft til sigurs. Með ykkar fulltingi sá ég við svígráðum Eiríks. Á morgun halda þeir sem féllu til Valhallar. Safnið öllum þeim viði sem við eigum. En Eirík mun ég heyja í bergjunum hér fyrir ofan. Í haugnum sem ég ætlaði sjálfum mér. Haugur hans skal vera tákn þess að ég stóð við minn hluta fóstraralagsins. Minningu þinni skal ég sýna fulla sæmd, þótt refseðlið bæri þig ofurliði. Hvað er þetta? Illurfengur, ekki fyrir börn. Hvað er það? Þetta er silfur sem við tók af grimmum risum á Írlandi. Hvernig voru þið grimmir? Blésu eldi, höfðu 2 höfuð. Hvað gerðirðu? Hjóaði þeim höfðin, tók silfrið. Drápust þeir allir? Er mikið silfur í Írlandi? Ég segir þessu sögu seinna. Nei, núna. Nei, þú ert að fara að sofa. Nei, núna, pabbi. Svona, farðu að sofa. Farðu nú að sofa. Mamma, veist að pabbi drap allar risun í Írlandi? Taktu þessar gjafir með þér til Valhallar og vitt að mér tekur sárt til dauða þíns.
grið þessa haugs ekki vera rofinn fyrir ég fell sjálfur. Refti fyrir og strengið vébönd. Jæja, bróðir. Nú hafa völd þín og auður aukist langt það sem áður var. Ætlar ekki að færa ykkur fleiri fórnir? Hvaða fórn er það þessum? Víga hestinn. Óðinn yrði glaður. Ef helgað honum hestinn. Það er nóg. Langaði að ríða þessum hesti? Já, en ég myndi aldrei þora það. Á ég að fara á bak honum? Já, gerðu það. Þá drepur Þórður þig. Þú veist að hann er bróðir minn. Það skiptir ekki máli. Ég var vitnaði þegar hann helgaði Óðni hestinn og lofaði að drepa hvern þann sem færi að baka hann án leyfis. Þórður bannar mér ekki neitt. Hann er orðinn og gamall. Fyrr en varir tek ég við öllu hér. Ég held að væri eina lilli sem að tæki við allir hér. Sonur þessar írsku hóru. Ég kem í veg fyrir það. Það skal aldrei verða. Úr því að Þórður draf fóstbróður sinn, þá hikar hann ekki við að drepa þig, þó þú sért bróður hans. Hann tímdi ekki að fórna hestinum og fyrir það munu guðirnir refsa honum. Hundingi! Hvað er að gerast? Hann hefur tekið hestinn. Hver? Ég sagði þér að við hefðum ekki átt að taka hann inn að fanga. Hann hefur verið að hefna fyrir Eirík. Enda engu líkar en Eiríkur væri á hestinum. Hafðu upp á hestinum. Hvað sem það kostar. Haltu áfram. Á þessum hesti náðir þeir ekki. Við erum búin að leita allt. Það er eins og jörðin hafi gleypt hestinn. Þessi hestur var helgaður þér. Ég skal færa þér hverja þá fórn sem þú krefst. Gefðu mig vísbendingu hvað þú vilt. Pabbi! Pabbi! Komdu og sjáðu krumman! Sjáðu hvað krumman kom með! Hvað ertu með? Krumman kom með þetta. Láðu mér að sjá þetta. Hvar fékkstu þetta? Krummi kom með þetta
Kom Krummi með þetta? Hann kom bara fljúgandi með þessi húi. Einar, komdu að borða. Er þessi sending frá þér? Jafnvel, syni mínum. Honum skal ég fórna. Ef þú krefst þess. Hvernig get ég verið viss? Ertu að biðja son minn? Sýndu mér jarðteikn. Og ég skal hlýða. Hefur orðið varfið nokkuð? Nei, ekkert nema þessa hrafna. Þeir virðast hafa sest að hérna í berginu. Hrafninn er fugl Óðins. Ef hann hefur sent þessa fugla hingað, þá er hann mér reiður. Nótt. Ætla ég svo upp í berginu. Bíða þess að hesturinn komi fram. Eða guðirnir gefi mér bendingu. Hvernig bendingu? Þeir eru að tala til mín áður. Gættu sonar okkar vel í nótt. Vertu róleg. 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 Ég er bróðir þinn. Manstu ekki leikinn okkar þegar við lékum okkur með húin á Írlandi? Daginn sem þeir drápu foreldra okkar og rændu þér. Síðan hef ég hugsað það eitt að finna þig ef þú værir á lífi. Ég hef leitað þín land úr landi og loks finn ég þig hér. Þegar hefndin er lokið, þá tekið þið með mér heim til Írlands. Þá verður allt eins og það var. Ég var svo hrædd. Vertu ekki hrædd. Allt sem hefur gerst hér er að mínum völdum, en nú er því senn lokið. Hverju? Að drepa þá sem drápu foreldra okkar. Ætlar að drepa Þórð? Já. Veistu að ég á barn með Þórði? Þú getur ekkert gert að því. Við tökum hann með okkur til Írlands og þá verður hann ekki eins og þeir. Faðir okkar sagði, hið mjúka sigrar hið harða. Þannig hef ég lifað öll þessi ár. Þannig hef ég reynt að ala upp barnið, eins og faðir okkar ól okkur upp. Þeir ná honum frá þér þegar hann eldist. Þá verður hann eins og þeir. Sjá þessa blóðugu trétrumba. Ég hef snúið þeim til veggjar. Núna mun óttinn og efinn lama þá. Og þá munu þeir allir falla. En ef hefndin hittir barnið og mig? Ég er hér alltaf nálægur. Fylgist með öllu sem gerist hér. Þú þarft ekki að ganga út fyrir bæinn ef hættur á ferðum og veifa og ég kem. Get ég treyst því? Ég er bróðir þinn. Þess vegna er ég komin hér.
Þetta eru Jartey. Þeir eru reiðir. Þeir munu tortíma okkur öllum. Nema ég færi einn þá fórn sem þeir hafa sjálfi krafist. Son minn. Ó, nei. Eftir hverju bíðið þið? Hér allt tilbúið. Þeir hafa snúið sér til veggjar og beðið son minn. Þið flýti Guðina hérna, undir dranginn. Þá geta hrafnarnir séð að jafnvel syni mínum mun ég fórna til að sætta Óðinn. Guðirnir hafa ekki beðið son þinn. Hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, guðirnir hafa ekki beðið son þinn. Látt okkur í friði, þú ert kristinn. Kannski það þess vegna sem þeir heimta barni sem ég á með þér. Guðirnir snéru sér ekki sjálfir til veggjar. Hann gerði það. Hver? Gestur. Hann kom hérna í nótt og sneri Guðunum við. Komdu hérna niður. Strax. Hvers vegna segir mér þetta fyrst núna? Ég vissi að þú myndir ekki trúa mér. Hvers vegna hefur átt að trúa mér frekar en Eiríki? Hann var þó fóstbróðir þinn. Hvers vegna skildi ég trúa þér núna? Hann ætlar að koma hérna aftur í nótt og hótaði að drepa mig ef ég gef honum ekki merki þegar öllu væri óhætt. Ef ég gef honum merki þá nærð honum. Grípið hann! Grípið hann! Hver ertu? Gestur. Þetta ekkert svar. Ég vil vita hver þú ert. Þá þarf það að spyrja oft. Ég hef nógan tíma. Hver ertu? Ég var útsendari þinn þegar Björn reyndi að kaupa sér líf með silfrinu. Svaraðu mér! Þegar þú ferð að deyja hægt. Ég var flugumaður Haralds konungs þegar faðir Eiríks féll og ég tók nistið. Og núna, hvað ertu núna? Mér sýnist ég vera gestur þinn. Og færð höfðinglegar móttökur.
Hengið hann upp. Við látum hann hanga. Hanga til að lækkar í hún úr rostinn. Og hann segir okkur sannleikann sjálfan sig. Hver ertu? Hvað áttirðu sökótt við Eirík? Hvers vegna leistu mig? Drep hann saklausan? Eða ætlað hann að flýja? Ég hef tekið fram allt það besta sem til í húsinu. Nú höldum við veislu. Þetta nóg. Hann má ekki deyja fyrir hann hefur sagt okkur hvers vegna. Kjærleifur! Gættu hans vel. Ég treysti þig fyrir honum. Eta. Farðu upp til hans með þetta. Ég varð að segja til þín. Þórður ætlaði að fórna barninu. Flýttu þig burt og komdu aldrei hingað aftur. Ég kemst ekki langt. Hvar ætti ég að fela mig? Farðu upp í hauginn til Eiríks. Þar munu þeir aldrei leita þín.
Hver? Gestur er farinn! Hjörleifur! Hjörleifur! Stakkurinn hans er hérna. Ekki segja neitt. Ég ætla að flýja, annars drepa þið mig. Horfðu á mig. Ef þú átt einhvern þátt í flótta Gers, segðu mér það núna. Áður en við höfum upp á honum. Það var ég sem færði þér Gert. Hvers vegna hefði ég átt að sleppa honum? Nei. Fórnin sem færði mér Gert. Það var hún sem fékk þig til að tala. Ef þú vilt ekki tala, verð ég að leita náði guðana. Mér hef aldrei brugðist mér. Einu sinni var sagt, hið mjúka sigrar hið harða. Finnst þér ekki komið nóg af blóðfórnum? Meðan Gestur gengur laus, halda blóðfórnir áfram.
Allt var þetta af mannavöldum. Ég sem hélt þú væri minn reiður og heimtaðir son minn. Ég skildi ekki að fórnin var það verkfæri sem þú réttir mér. Til að hafa upp á gesti. Nú get ég ekkert annað gert en leikið þann leik aftur. Við svælum hann út. Hættið að leita! Við finnum aldrei gest, nema með fulltingi guðanna. Láttu bera þá hingað út. Og gerðu allt tilbúið til fórnar. Hvað ætlastu fyrir? Leita sátta. Þú ferði í einu og öllu eftir þeim bendingum sem ég gef þér. Þú veist hvers þeir hafa krafist. Saman. Þú leggst það sem ég sýni þér. Liggur kyrr. Lokuð augum, hvað sem gerist. Ef þið tekst þetta þá verður sýnt guðunum það hugrekki sem þeir krefjast af sínum mönnum. En ef ég opna augun? Þú verður aldrei hetja og víkingur. Ég veit þú getur þetta. Þó mamma verður hrædd. Hún kona. Þú ert karlmaður. Ég segi þér sögu á meðan. Hvaða sögu? Það farið að heyra. Lokaðu augunum. Einu sinni voru tveir risar sem enginn gat sigrað. Þegar var ráðist á þá, snýrðu þeir bökum saman og börðust eins og einn maður. Einu sinni lögðust til svefns undir háum kletti. Það bar þar á lítinn strák eins og þig. Hann klifraði upp í klettinn og kastaði steinvöl í annan risann. Risinn vaknaði, hristi vin sinn og sagði: "Vertu ekki að sparka í mig?" "Ég var ekkert að gera", sagði vinur hans, önugur. Svo fóru þeir báðir að sofa. Svo kastaði strákurinn annarri steinvölu. Risinn rauk á fætur, hristi vin sinn harkalega og sagði: "Viltu hætta þessu og höfðu verra af?" "Láttu mig vera", svaraði hinn risinn.
Svo fóru þeir að slást. Þeir voru einu sinni byrjaðir að slást. Var engin leið að stöðva þá. Af þeir voru vinir. Stráksi sat upp í klettinum. Skemmti sér. Meðan risarnir drápu hvor annan. Hægurinn! Hann í augnum Gerður! Í augnum! Nú hefur þú ekki lengur þá yfirbyrð að vera á löngu færi. Núna stöndum við jafnir að vígi. Þú með bogann. Ég með hnífinn. Ég hefði viljað hitta þig fyrr á þennan hátt, en til þess voru þið of margir og hnífarnir of þungir. Þetta uppgjör er aðeins milli þín og mín. Hver ertu? Segðu mér það! Hann er of ungur, sagður eitt sinn. En hann var nógu gamall til að hafa séð of mikið, eins og Björn sagði. Þess vegna er ég hér. Þú drafst foreldra mína. Og hefur gert systur mín að þrillu þinni. Þess vegna áttu að deyja. Nei! Ah!
Nú tekið þið með mér heim til Írlands. Ég verð hér kyrr. Faðir okkar átti þessar bækur. Nú þær best geymdar hjá þér. Ég vil að þú farir. Ég hef grafið niður vopnin. Hér eftir mun pennin taka við af sverðinu. Afl hugan sigra höndina. Hann nógu gamall til að hafa séð of mikið.